Formaður þjóðhátíðarnefndar í Vestmannaeyjum segir að samtökin Stígamót nærist á því að vandamál sé til staðar. Ráðgjafi Stígamóta ósammála þeim orðum formannsins að nærvera starfsmanna samtakanna fjölgi kynferðisbrotamálum á útihátíðum. Á borgarafundi í gærkvöld fékk þjóðhátíðarnefnd fyrirspurn samskipti nefndarinnar við starfsmenn frá Stígamótum sem grasrótarhreyfing gegn kynferðisofbeldi. Páll Skeving Ingvarsson, formaður þjóðhátíðarnefndar, sagði að þegar Stígamót hafi óskað eftir aðstöðu í Herjólfsdal hafi einnig verið farið fram á að allur kostnaður yrði greiddur af nefndinni. Hann tók þannig til orða að vandinn virtist vera meiri á útihátíðum þar sem starfsmenn Stígamóta eru. Það er ljótt að segja það en ég segi það samt. Það er eins og samtökin nærist á því að vandamáli sé til staðar og það er einnig frekar að ýta undir það heldur en hitt. Ég held að það að við séum á staðnum auki ekki það að nauðganir séu fleiri. Þær eru þetta alltaf til staðar en fólk leita sér frekar hjálpar ef fólk veit að því að það hefur aðgang að því. Björg Guðrún Gísladóttir, ráðgjafi hjá Stígamótum, segir að starfsmenn á vegum samtakan hafi síðast farið á útihátíð á Eldborg fyrir áratug. Nú sé ríkari áhersla lögð á forvarnir og sem dæmi hafi fólk frá feministafélaginu og jafningjafræðslunni staðið sig vel í því að ná til gerenda. Einnig sé búið að setja á laginnar sérstök neyðarteymi sem á störfum yfir Verslunarmannahelgina, meðal annars í Vestmannaeyjum. Við erum hins vegar með okkar sálgæslu í Herjólfsdal, við erum með fullkomið viðbragð við kynferðisbroti í Herjólfsdal. Það er fullkomið viðbragð alla leið inn á Landspítala í Reykjavík, ef með þarf. Ungt fólk í dag og sem elst upp við bjórinn omvendt við mína kynslóð sem ólst upp við sterk vín. Ég verð að játa það og að þessi kynslóð sem að vaxa úr gras í dag að hún fer betur með vín finnst mér heldur en til dæmis mín kynslóð. Formaður þjóðhátíðarnefndar segir að ef til vill sé rétt að setja upp eftirlitsmyndavélar í Herjólfsdal til að koma í veg fyrir kynferðisbrot og líkamsárásir á þjóðhátíð. 6 nauðganir hafa verið tilkynntar eftir útihátíðir helgarinnar. Kemur það ykkur á óvart, ef svo má segja, að þetta hafi átt sér stað á þessu svæði sem að þið hafið sérstakar gætur á? Í sjálfu sér kemur ekkert á óvart í þessu. Þetta er svæði þar sem er grátt svæði í okkar huga, þannig að ég verð að játa það kemur ekki á óvart að þetta hafi komið í miðurferðað fram hjá okkur. Ég velti því fyrir mér hvort að tímabært sé að setja upp eftirlitsmyndakerfi í Herjólfsdal. Við erum að upplifa líkamsárás, við erum að upplifa kynferðisbrot. Svæðið er ekki stórt, það getur verið að fælingarmáttur þeirra sé öflugur og hann myndi kannski að mörguleyti koma í veg fyrir brota þessu tagi. Páll telur fagaðila sem komaða gæslu í Herjólfsdal vera í stakkbúna til að bregðast við kynferðisbrotum. Í vor lét hann þungorð falla aðkomu Stígamóta að hátíðinni, en þá sagði samtökin nærast á því að vandamálið væri til staðar. Það kemur alveg til greina að vinna með Stígamótum í framtíðinni.